Við setjum ungar ofurkonur í fókus í þættinum í dag og byrjum á Dalvík, en íþróttamaður Dalvíkurbyggðar þetta árið einmitt ung ofurkona. Nú ert þú yngsti íþróttamaðurinn á Dalvík sem ert kjörinn íþróttamaður Dalvíkurbyggðar. Hvernig tilfinning er það? Það mjög skrítið og kom mér mjög óvart, en það bara ógeðslega gaman. Sá sem var hvað næst yngstur, það hann Björgvin Björgvinsson. Já, það hann og hann sá sem hefur fengið þetta oftast. En að þessu sinni það ekki fyrir skíði, heldur fyrir golf. Hvað ertu búin að stunda golf lengi? Ég hef verið í golfi síðan ég var 4 ára og já. Þú hlýtur að vera orðin ansi fær. Hvaða titla ertu að vinna? Núna á þessu ári fann ég Íslandsmeistari í hólukeppni og Norðurlandsmeistara og stigameistara GSI. Glæsilegt. Hvert tekur þú stefnuna í golfinu? Draumurinn að fara alla leið í atvinnumennsku, en svo maður að taka svona minniskref fyrst. Og hver þessi minniskref? Fyrst að komast í háskóla í Bandaríkjunum og svo bara stefnan tekin á atvinnumennsku. Og þá út í Bandaríkjunum? Já. Þú veist alveg hvert þú ert að fara, kona? Já, maður hefur fengið smá fræðslu þetta. Hver svona að aðstoða þig? Það Heiða Davíð, þjálfari minn, og svo Úlfar Jónsson, landsliðsþjálfari. En golfið nú ekki eina íþróttin sem þú hefur æft. Segðu mér hvað þú hefur verið að gera. Þú ert hvað, 15 ára? Já, ég hef nú stundað allar íþróttir sem hægt að stunda hér á Dalvík, en við erum svona mest í skíðum og fimleikum og hestum. Hvernig að vera svona fjölhæf? Það bara gaman, það getur maður valið úr mörgum íþróttum. Hefur aldrei komið annað til greina hjá þér en að stunda íþróttir? Nei, alltaf verið bara íþróttum. En þegar maður getur svona margt og þarf að velja, hvernig var að velja fyrir þig? Það var mjög erfitt, en maður verður bara að gera það sem maður vill. Hvað náðurðu langt til dæmis á skíðum? Ég vann 4 Íslandsmeistara á skíðum. Svona titli og svona flottum bikar fylgir sjálfsagt að þú ert fyrirmynd hér á Dalvík. Er það mikil pressa? Já, það svona smá pressa, en það bara gaman. Hvaða ráð hefurðu handa krökkum sem að vilja ná langt í íþróttum? Bara hafa gaman að þessu og hlusta á þjálfarann. Þarf ekki talsverðan sjálfsaga? Jú, það mikil sjálfsaga. Hvað æfir þú til dæmis oft í viku? Sko, það eru æfingar 4 sinnum í viku yfir sumrin og 3 yfir veturinn. En svo maður bara mikið og duglegur að æfa sjálfur bara, það aukaæfingar. Lagðirðu hinar íþróttirnar á hilluna þegar þú ákvast að fara á fullinni í golfi? Já, en ég var nú lengst á skíðunum og hætti bara á þeim í fyrra. En ég var nú ekkert lengi í hinum íþróttum. Það var alltaf bara skíðin og golfi. Og það fer ekki saman, það verður að vera annað hvort? Já, golfi orðið svo mikið á veturna líka, þannig að þú verður að velja. Hvernig aðstaðan hér á Dalvík til að stunda golf? Hún bara mjög góð, bara alveg til fyrirmyndar. Þið með inniaðstöðu? Já, mjög góð inniaðstöðu. Og þið eru með góðan þjálfara? Já, yndislegan þjálfara. Bara til hamingju og gangið sem allra best í framtíðinni. Takk. Frá Dalvík förum við til Akureyrar og hittum þar unga hugsjónakonu sem vill sjá meiri kennslu femínisma og mannréttindi í grunnskólum landsins. Ég las svakalega áhugaverða grein eftir þig daginn. Geturðu sagt mér aðeins hvað hún var? Já, ég skrifaði grein að mér finnst að við ættum að læra meira femínisma og mannréttindi í skólanum. Og hvað var til þess að ákast að skrifa þessa grein? Var þetta verkefni í skólanum? Já, þetta var íslensku verkefni í skólanum. Við áttum að skrifa grein sem tengdist skólanum einhvern veginn. Og af hverju valdirðu þetta umfjöllunarefni? Þetta bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér fannst bara, mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skrifa um þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég hef áhuga á og mér finnst bara gaman að skri
mikilvægt að segja frá þessu svona. Og hvenær byrjaðirðu svona að spá í þessum efnum, feminisma og mannréttindum? Ég held að það hafi verið bara í fyrra kannski, þegar ég byrjaði alveg að pæla í þessu þannig. Og af hverju? Ég veit það ekki alveg, ég bara fannst vera ójafnrétti í samfélaginu þannig að mér finnst bara að við ættum að laga það einhvern veginn. Og hvað er feminismi fyrir þér? Fyrir mér er feminismi bara baráttan jafnrétti kynjanna og baráttan að allir fá að vera eins og þau vilja vera án þess að þurfa að sæta fordóma fyrir það eða eitthvað fleiri þannig. Og finnst þér þú finna fyrir ójafnrétti í skólanum eða bara í þínu daglega lífi? Nei, eiginlega ekki því að Ísland er mjög góður staður til að vera en maður heyrir mjög mikið alls staðar úr heiminum þar sem það er mikið ójafnrétti og já. Þannig að bara alþjóðlegt vandamál. Já. En hvað myndirðu vilja sjá, hvaða breytingu myndirðu vilja sjá í skólanum? Hvað myndirðu vilja læra þar? Bara hvaða ójafnrétti er í heiminum, hvernig við getum lagað það og líka mér finnst að við ættum að kynna fyrir fleiri strákum hvernig feminismi berst líka fyrir þá og ekki bara fyrir stelpur. Hvernig gerir hann það? Bara að segja að þú ert strákur en þú ert líka með tilfinningar og þú hefur rétt á tilfinningum þínum og þú mátt vera alveg eins og þú vilt bara. Og finnst þér að eins og strákarnir í þínu umhverfi og bara unglingsstrákar almennt kannski átti sig ekki á þessu? Já, mér finnst að þeir átti sig ekki alveg á þessu. Og finnst þér vera kannski fordómar fyrir feminisma? Þannig að þegar fólk heyrir orðið feminismi það er rosalega misjafnt hvaða merkingu það leggur í það. Hvað finnst þér það? Já, mér finnst mjög margir unglingar halda bara að feministi sé þessi kona sem hatar kalla og vil að konur stjórni öllu og svona. Og veist þú einhverja feminista sem að veita þér innblástur sem að eru alls ekki svona, heldur einmitt bara flottar konur eða kallar sem þú lítur upp til? Já, foreldrar mínir eru miklu feministar og ég lít mikið upp til þeirra en ég veit ekki. Ég held að þau séu bara svona mikil fyrirmynd fyrir mér. Og hefur verið talað mikið þessi mál, feminisma og mannréttindi og annað á þínu heimili? Ekki mjög mikið en við tölum alveg það. Og það skiptir máli? Já, mér finnst það. Ertu sammála því að það ætti að koma þessum efnum meira inn í grunnskólakerfið? Já, ekki spurning. Það er bara, held ég, bara mjög mikilvægur þáttur og hlutur í nútíma samfélagi. Og er þetta eitthvað svona sem að þið foreldrarnar reynt að koma að svolítið í hennar uppeldi og systkini hennar? Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður þarf að vera alltaf að tala þú veist, þegar maður sér einhver skrítin myndbönd eða þar sem stelpurnar eru naktar og skríðandi og njánum og þetta er eitthvað sem maður þarf svona alltaf bara, hei, þetta er ekki alveg í lagi, þú veist. Og meðan að strákurinn stendur fullklæddur við hliðina og já, við vitum bara öll hvernig þessi myndbönd eru. Finnst þér það vera töluvert á ábyrgð foreldra að upplýsa stelpur mikilvægi feminisma og feminismi náttúrulega bara helst í hendur við mannréttindi almennt, eins og þú talar Það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að upplýsa bæði stelpur og stráka en þetta. Einstaklingurinn beri ábyrgð á sjálfum sér og hann ber líka svolítið ábyrgð því að láta í sér heyra. Og það þarf að kenna bæði strákum og stelpum þetta. Þú talaði mikið það í greininni að þér finnst það að þetta færa þessa umræðu inn í skólakerfið. Finnst þér þetta eigi að vera skyldugrein í grunnskóla að læra til dæmis kynjafræði? Mér finnst ekki að það þurfa að vera heil grein bara út af fyrir sig, en mér finnst að það ætti að vera meira umræða þetta til dæmis í samfélagsfræði eða lífsleikni eða einhverju þannig.